Norrlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi. Þetta Ystavík við utanverðan Eyjafjörð. Þar starfrækt fiskeldisfyrirtækið Víkurlax. Yfir sumartíman gefst fólki kostur á að veiða eldisfisk í tjörnum. Ólíkt gjaldi fyrir að veiða í ám þarf eingöngu að greiða fyrir veiddan fisk og víst að veiðin góð. Það öruggt að enginn yfirgefur svæðið með öngulinn í rassinum og þeir sem veiða á öllum aldri. Það eru margir búin að taka fyrsta fiskin hér. Margir mikið af ungmenni sem hafa fengið sinn fyrsta fisk. Hvers konar fiskur það sem að fólk getur veitt hérna? Það nú, aðalega núna regnbogasilungur og bleikja. Ég var með lax áður fyrir en það erfitt að fá hann. En hvernig þetta? Sleppur þá sem sagt fiskinum hérna bara fyllir á þessu sagt? Já, ég bara svona reyna að halda, reyni svona að telja svona upp úr þessu. Svo sé nú ekki mókveiði en það var nú áðan, var nú býsta mikið veiði en þegar eru komni hérna kannski 5-6 stangir hérna úti þá það nú erfiðar heldur að vara áðan. Þessi fiskar sem var verið að veiða hérna þeir voru spriklandi? Já, þetta mjög góður fiskur og hann hefur verið gott hérna í tjörninni. En það fá allir fisk? Já, það fer enginn hérna fisklaus. Fólk kemur yfirleitt hingað stangalaust og fer með flök. Og ég held að það sé erfitt að finna það bara í heiminum að svoleiðis hérna veiðistað. Þú útvegar stangir meira að segja sem sagt? Já, ég með stangir og ég með mask fyrir fólkið og ég flaka fyrir það og reiki fyrir suma. Svo það hérna. Og gerir að aflanum? Já, ég geng alveg frá þessu. Já, það sem sagt mókveiði hjá öllum og gjaldið einfalt. Aflinn einfaldlega vigtaður þannig að fólk borgar fyrir það sem það veiðir. Flóknara það nú ekki. Myndast stemning hérna? Mikil stemning gott. Mikil stemning. Það vantar ekki. Þegar það komi hér talsvert af fólki og seti hér á borðum og spjallað og þá mikið gaman hér. Fólk að koma hérna alveg ár eftir ár? Já, ár eftir ár. En sem sagt aðstæðan hérna, hvaðan færðu vatnið sem rennur hérna? Já, það sem rennur í þessa tjör, það kemur úr Miðvíkuránni og ég að fá mest vatnið þaðan. Og þetta hjá mér þetta náttúrulega, þetta svona náttúrulegt hjá mér, þetta bara eins og út í náttúruna. Það kalt á veturnar vatnið hjá mér og heitt á sumrin og þess vegna þessi fiskur miklu fituminni heldur en annars í þessu fiskeldi. Og fólk kann að meta það? Já, það kann að meta það. En starfsemin hjá þér, þú ert líka sem sagt í því að reykja laxi, það ekki bara fyrir sem sagt almenna markað? Jú, ég að reykja sílungur almenna markað og með í flestum búðum á Reykjavíkursvæðinu og svo hér. Þú ert búinn að vera í þessu í nokkur ár? Já, ég fór til Noregs 1984 og búinn að vera í síðan. En kúnstin við þetta eldi, hver hún? Já, kúnstin, þetta náttúrulega að sinna þessu vel og vera ekki með mikið í hverri tjörn eða hérna kari upp frá. Þetta skiptir verulegu máli að fiskunum bara hafi það gott. Það númer 1, 2 og 3. Og hann virðist hafa það gott hérna í tjörnunum? Hann gerir það, það engin spurning. En þetta eldi á landi, þannig að héðan þó ekki að sleppa í sjóinn eins og maður heyri stundum í fjölmiðlum. Nei, hér fer engin fiskur út. Hér eru ristar allstaðar og svo endarist hér niður við sjó og það fer engin nema þá flugfiskur. En hann ekki hér. Og veiðimennir sem að hingað koma til þín, það fara allir greinilega ánægðir frá ykkur líka? Já, það fara allir ánægðir frá okkur. Það alveg klart mál. Gaman að standa í þessu? Já, þetta mér finnst gaman að þessu og ég náttúrulega fæddur og uppalinn á Siglufirði og ólst þar upp og maður byrjaði að veiða snemma og þessi forréttindi að hafa alist upp á Siglufirði, þau voru náttúrulega, það eru kannski margir hundliðir á að heyra þetta en ég nú oft hérna einn og ef mér leiðist eitthvað þá fer ég bara sný tilbaka, fer á Siglufjörð
og fer bara yfir þetta þegar ég ólst upp og alveg fram að skemmtana lífinu og öllu þeim pakka. Þannig að lífið í raun og veru tiltölulega einfalt. Já, það einfalt. Það þarf ekki að vera flókið. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.